Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú langar okkur að ræða ákveðin hlut. Það þannig að sumi sjúkdómar eru þannig að þeir draga niður í svona félagslegri stöðu sjúklingana og þegar fólk kemur og leita sér meðferðar og að rata út úr kannski sínu ástandi að þá félagslega staðan mjög veik og til þess að fást við vanda þessa fólks að þá getur það verið blanda af alls konar hlutum heilbrigðismálum en ekki síður svona félagslegum málum og það vill svo til að það var málstofa sem að félagsráðgjafafélagið og félagsfræði deild HÍ hélt daginn og þar komu saman 3 konur sem að þekkja vel til þessa mála og þær eru hingað komnar. Erla Björg Sigurðardóttir sem lektor í félagsráðgjöf og framkvæmdastýra á áfangaheimili fyrir konur og Helena Gísladóttir sem dagskrárstjóri meðferðar krísusamtakanna og líka MA-nemi í félagsráðgjöf og Sara Karlsdóttir, löggiltur áfengis- og vímuefnaráðgjafi og dagskrárstjóri meðferðar hjá Samhjálp. Komin góð reynsla, finnst mér. En þetta sem ég að tala ég man svolítið eftir þessu að þegar ég tók þátt í starfi SA að þá var þetta svolítið erfitt að koma þessu einhvern veginn á dagskrá að til þess að fólk hefði sæmilegar svona bata líka, segjum það, ef við erum að stefna bata, að þegar kemur út meðferð að þá voru kannski félagslegar aðstæðanir þannig að það var eiginlega óraunhæft að reikna með einhverju bata, af því að við þekkjum það til þess í bara sambandi við alla félagsaðstoð og velferðarkerfi að til dæmis þegar húsnæðiskerfið brotið og fólk húsnæðisvanda og með mikinn afkomukvíða og ótta við að þurfa að flytja og hvernig þá kannski erfitt að vera með aðra aðstoð gagnvart fólkinu. Já, við vitum það og mikið rætt að það verður engin eitrun ef hann á hvergi heima. En það allan mjög erfiðar aðstæður að hefja eitrumennsku heimilislaus og við erum með tölfræði hér einstaklingar sem að ljúka meðferð og hafa ekki nein hús að venda. Búið að vera kannski 3 til 6 mánuði í meðferð og meðferð virkar og hvað svo þegar út úr henni komið. En við myndum ætla það að myndum allir hlaupa bara til og reyna að hjálpa þessu fólki sem kannski verið í langtíma meðferð og það er mikið atriði fyrir samfélagi talningum og fjölskyldu viðkomandi og viðkomandi einstakling að ná í bata. Mjög mikið góði fyrir samfélagið í heild að það er dýrar að hafa fólk á götunni heldur en í vinnu og í edrú lífi. Já. Þannig að það er ábati fyrir alla, einstaklingurinn náttúrulega fyrst og fremst að hann geti átt gott líf. En aðstæður eru þannig að við erum með náttúrulega húsnæðisvanda almennt og síðan erum við með fjöldanallan að plássum á áfangaheimilum. Við erum með 194 pláss á áfangaheimil í dag og það eru biðlista þar inn. Bara áfangaheimili tengt vímuefna röskun? Já, eingöngu það. Þannig að það eru fjöldi plássa en það dugar ekki. Þannig að það er alltaf eins og til dæmis það sem ég að vinna á Þúfunni fyrir konur. Þar hafa verið 10 konur á biðlista núna alveg frá því ég byrjaði eiginlega fyrir 2 árum. Og ég hef aflað upplýsingar það að það að sama á öðrum áfangaheimilum. Þannig að þetta fólk sem við erum að tala að það á biðlistum eftir að komast í meðferð og eru þá kannski gistandi í gistiskýli eða á sófanum hjá einhverjum. Svo kemur það inn í meðferð og tollir í meðferðinni og þá byrjar það að bíða eftir í hvert á ég svo að fara þegar meðferð lýkur. Þannig þetta svolítið... Og hvert á það að fara? Áfangaheimili eru mjög góður staður en það tímabundi lausn. Og síðan ættum við kannski að hugsa þetta lengra að mínu mati. Ég held að okkur skorti svolítið svona framtíðarsýn í þessu og horfa þannig á að ef við ætlum að mæta þessu með almennilegum hætti þá eigum við að vera með svona stigskipta þjónustu í þessum málum
þar sem að við erum með kannski 3 mánuði, 6 mánuði, 1 ár eða hvað, áframhaldandi húsnæðis aðstóð, stuðning. Þegar svona meðferð lýkur. Þegar meðferð lýkur. En er það ekki áfangaheimilin sem að... Áfangaheimilin, jú. Sem náttúrulega marg, er þetta ekki aldagamul aðferð? Jú, og hún virka mjög vel. En að loknu áfangaheimilinu, þá kemur annar biðtími. Hvert á ég að fara þegar ég er búin þar? Og húsnæðismarkun, hann er ekki að mæta þessu og við erum líka sem að, við getum líka farið inn á að við erum með fólk sem að býr við fátækt. Þetta eru einstaklingar sem hafa verið notendur fjárhagsaðstoðar lengi og ekki virkir á vinnumarkaði og stór hluti er líka öryrkjar. Það eru helmingur sem eru öryrkjar. Þannig að við erum að tala fólk með litla innkomu og litla virkni sem að það er líka að mæta. Og það er biðlisti líka inn í starfsendurhæfingu. Þannig við erum með hópa fólki sem ætti að vera í blóma lífsins. Þetta er fólk sko undir 50 oftast. Þetta er svona á besta aldri sem er þá dottið út úr samfélaginu þannig að séð að það er ekki í vinnu og ekki í námi og þá hvergi heima. Og það er að glíma við þennan erfiða sjúkdóm. Og við erum með, eins og við vitum náttúrulega mjög, bara góðan meðferðir á Íslandi. Höfum bara staðið okkur mjög vel undanfarna 4-5 áratugir í því að sinna heilbrigðisþjónustunni að meðhöndla sjúkdóminn sem að er vel og þessa meðferðir virka ágætlega en sjúkdómurinn er þess eðlis að við gerum ráð fyrir bakföllum eins og með aðra króníska sjúkdóma og allar rannsóknir sýna okkur það að það þarf svona 50-60% af þeim sem að reyna við þetta að verða edrú og að þeir þurfa nokkrar atrennur í meðferð áður en þetta tekst. Þá erum við að tala langtíma bata. Svo getur eitthvað meðferð tekist og svo kemur bara eitthvað bakslag í lífinu og fólk dettur aftur í það og þannig er það bara eins og með aðra sjúkdóma. Þannig er það og þá þurfum við að taka undir lekan með þeim hættu og við gerum það en það er allt of stór hópur sem er ekki að fá þjónustu við hæfi í þessu samfélagi og við erum með allt og marga í þessari stöðu sem að eiga bara hvergi heima áður en þeir komin í meðferð og þegar meðferð lýkur. Það er á við þá sem eru með vímuefnaraskanir en á svo sem við aðrar geðraskanir, ég veit ekki hvort að nú svona einhver mismöldi skrifum á því hvort að vímuefnaraskanum falla undir það. Það er bara gamalt. Og þetta eru sjúkdómar sem að grafa undan félagslegu og efnahagslegri stöðu fólks. Þannig ég er að velta fyrir mér að því þú nefndir að það voru 190 og svo líklega annað eins á biðlista. Er það svona cirka fjöldin sem að leitar inn í heilbrigðiskerfið eftir meðferð og er í þeirri stöðu að það er augljóst að það er mikla félagslega aðstoð húsnæðismál, virkni, þjálfun og eitthvað fleira þegar það kemur út úr heilbrigðiskerfinu. Er það að tala svona 400 manns? Nei, miklu meira. Það er mjög datta í hug. Hvað erum við að tala um? Við byrjum á því að reynum átt okkur hvaða fólk þetta er. Já, sko voru yfir 200 mann sem að sóttu meðferð á Krýsuvík í fyrra. Og einungis að þeim voru bara 36 sem komast inn á því ári. Þannig að þetta er stór hópur sem er að leita sér aðstoðar og auðvitað getur verið að þetta sé líka sama fólkið á öðrum biðlistum. Þannig að þörfin er mikil. Þetta er þá innan þess að sem ég var að segja áðan, svona 400 manns. Já. En þú segir að þetta er miklu fleiri. En það sem að við erum náttúrulega að miða við að bæði Hlaðgerðarkot og Krýsuvík eru langtíma meðferðir sem að gefur til kynna að þetta er ekki fyrsta inngrip. Fólk það eru 92% þeirra sem að komu 2024 til meðferðar á Hlaðgerðarkot sem að höfðu margar meðferðar á baki. Það voru einungis 8% sem að höfðu aldrei farið í meðferð. Og þannig að skjólstæðingahópurinn sem að við erum að eiga við með langvinnan og margþættan vanda, jafnvel tvígreiningar,
bæði með vímuefnaröskun og einhverja undirliggjandi geðsjúkdóma sem að spila inn í og eru dálítið svona, hvað maður að segja, svona skoppandi á milli kerfa. Það er meðferðarkerfið og það er geðheilbrigðiskerfið og félagslega kerfið. En á móti kemur að ég vann sjálf hjá SAO í mörg ár og þar vorum við bæði með fyrstu komið fólk sem og marg meðferðar einstaklinga, en þó svo að kannski húsnæðisaðstæður séu til staðar, að þá er rosa mikil þörf ekki bara á endurhæfingu, heldur líka bara hæfingu. Því að hver er munurinn á hæfingu og endurhæfingu? Einstaklingar sem hafa til dæmis aldrei verið út á vinnumarkaði. Það virkar ekki endur hann, Já, að þú veist að það er munur á einstaklingi sem hefur atvinnu eða menntasögu og veikist að þessum sjúkdómi og strögglar í einhver ár og hefur þennan bakgrunn, hefur þessi gildi, hefur þennan grunn. En á móti kemur að við erum að sjá yngri einstaklinga sem að fara að snemma í neyslu, þróa hana mjög hratt og standa kannski upp í 25 ára og bara þurfa einhvern veginn að læra á lífið, læra að elda, læra að setja í þvottavél, læra mannleg samskipti og læra að vera í vinnu og læra að hafa verkstjóra sem segir hvað átt að gera og líka bara að þeim sé mætt þar, að þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki sjálfsögð kunnátta fyrir einstaklingar sem að hafa kannski ekki fengið neinn spil í hendi frá barnæsku. Verandi barnaverndarmál enda síðan í fangelsiskerfinu eða meðferðarkerfinu, að við getum ekki bara sagt, herðu, þú ert honum fullorðinn, þú kannt þetta, átt að kunni þetta. Þannig að þegar svo er ekki. Nei. Getið þið hjálpað mér að draga upp svona mynd að því hvers konar fólk þetta er? Er þetta ungt fólk eins og þú ert að lýsa eða er þetta foreldrar? Er þetta mæður og feður? Þetta er bara þverskurðurinn af samfélaginu. Það er enginn sem að ætla sér að þróa með sér þennan sjúkdóm, en á einhverjum tímapunkti þá virka vímuefnin. Það getur verið bara út frá erfiðum heimilisaðstæðum, það getur verið út frá áföllum, það getur líka bara verið út frá því að það er bara geggja gaman að djamma. Og svo bara á einhverjum tímapunkti missir einstaklingurinn hæfnina við að sporna gegn fíkn og þá kemur þetta stjórnleysi bæði í hegðun og í samskiptum. Þarna kemur líka inn bara minnkað streituþol eftir því sem að einstaklingar þróa sjúkdóminn lengra, því meira minnkar streituþolið, og þegar að einstaklingar fara inn í bara umheiminn eftir meðferð og eru að miða sig við hvernig þau voru áður, að þá verður alltaf skellur. Þannig að við erum með yngsti einstaklingurinn sem að leitaði til okkar í fyrra var 18 minnum mig og elsta 76 ára. Þannig að þetta er ekki bara þessi típa, sko. Þetta eru mömmunar okkar, þetta eru pappanir, þetta eru dætunar og syninir og ömmunar og afanir og á mínum ferli að meiri segja fólk með langvinnan vanda og sögu í fangelsum, að þegar að þú horfir bak við sjúkdóminn þá er þetta bara fallegustu sálir sem þú finnur. En kerfið þarf að geta hort á það með þeim gleraugum. Erla sagði að við verðum með góða meðferð, hún byggir á áratuga þróun sem hefur orðið í sprottið upp úr bara frelsisbaráttu alkohólista. Þeir hafa kontról á eigin meðferð, við erum ekki undir geðlæknunum sem voru alltaf að pína þá. En þeir náðu því og sumuleyti og árangurinn á því var kannski náttúrulega góður. En sumuleyti er hann tengdur svona, eins og þú varst að segja, að sumir þurfa hæfingu frekar en endurhæfingu. Þannig að hugmyndur áfengismeðferð var eitthvað sem hafði verið eitthvað sess í samfélaginu, féll niður til heljar og var reistur aftur við. Fór kannski í þakherbergi á Barónstíg, einhverju áfangaheimili og náði sér en átti svo innkomu í lífi sem hann hafði tapað.
einhver leyti myndum að segja þess að svo kannski þurfum við eitthvað að endurhugsa þetta því þetta er náttúrulega alls konar öðruvísi aðstæði núna að sumu leyti voru karlarnir hann í þakherberginu vegna þess að þetta var á þeim tíma þegar karlar svona sniðgengu föðurhlutverki sitt eitthvað áfangaheimili þar sem gert ráð fyrir að móðir geti verið með börnunum sínum eða faðir með börnunum sínum eða einhvern svona annars konar form á áfangaheimilinu og endurhæfingunni heldur en við erum kannski með í þessari árangurssögu áfengismeðferðarinnar. Já, ég held að við þurfum að endurskoða það mjög og stokka það algjörlega upp. Það er töluvert breyttur hópur sem við erum að vinna með í dag. Það er miklu þyngri og fjölþættari vandi og aðstæður fólks, það eru miklu fleiri í þessum aðstæðum sem kannski ykkur 10 voru þegar ég man eftir þegar ég var að byrja í þessu 1983. Þá sá maður... Þessu fleiri í alvarlegum áfengis vímuefnavanda núna heldur var... Nei, ekki vímuefnavandanum, heldur félagslegum vanda. Já. Mér sýnist það vera orðið miklu þyngra og fleiri þannig og svona, já, meira langvarandi og fjölþættari og mikið á ungu fólki sem er bara orðið mjög illa statt, mjög snemma. Ákveður það eru efnin sterkari þannig að þú keyrist fljótar niður í þetta ástand eða er samfélag okkar kannski orðið grimmara þannig að ef þú dettur vagninum að þá ertu frekar skilin eftir? Ég get ekki svara þessu. Ég átta mig ekki alveg á því hvað kemur undan þarna eða hvað er í raun og veru orsökin. Allavega þá erum við komið með þessa stöðu og það er neysla númer 1, 2 og 3 sem veldur þessu. Það er augljóst að ef við stöðum neyslu þá eru möguleikar á að breyta stöðunni. En þá þurfa líka að vera úrræði sem að grípa og ég held að okkur vanti að grípa með, eins og ég sagði áðan, svona þrepaskiptri þjónustu. Það er MA-nemi í félagsráðgjöf skrifaði ritgerð í fyrra, skoðaði ofan í málaskrá hjá velferðarsviði 18-24 sem hefðu verið í gistiskýlunum hjá Reykjavíkurborg og það voru 80% af þessum einstaklingum voru sem sagt þeir voru undir 24 ára, höfðu verið í höndunum á barnavernd fyrir 18 ára aldur. Og eins og það er komið hérna inn á að við erum með þetta fólk í höndunum. Ég segi niður á kennitölu og í fanginu frá blautu barnsbeini liggur við í sumum tilfellum og okkur einhvern veginn ekki að takast og að fanga þetta þannig að við getum, af því að við erum með svo góð tækifæri held ég, við erum með svo góða þekkingu og við erum ríkt samfélag, að við getum ekki gripið börn og ungmenni þannig að við getum skilað þeim betur af okkur og síðan erum við náttúrulega líka með fullorðið fólk sem að við erum heldur ekki að grípa nógu vel. Að okkur vantar svo einhvern veginn að fjármagna hlutina, áfangaheimilin til dæmis sem að ætti að vera mikið fjölþættara starf. Þetta er ekki bara eitthvað hús með 3-4 í herbyggi, við höfum að vera með einstaklingsherbyggi og við höfum að vera með endurhæfingu og hæfingu. Það sér maður, og þetta kostar pening og við erum ekki með fjármagn til dæmis á þessum áfangaheimilum til að geta gert þetta almennilega. Við erum að gera vel, eins vel og við getum, en við getum gert mikið betur og fylgt fólki mikið betur eftir og síðan þurfum við áframhald þegar áfangaheimilinu líkur. Það er ekki nóg. En Helena, nú ert þú í krísuguðsandökunum, þar langtíma meðferð. Hvað er fólk lengi að neini? Það lágmarkstíminn er 6 mánuðir. En það ekki að vera tímið sem að veri öll þessi endurhæfingu inn í því, þannig að fólk kæmi frá þér bara tilbúið í slægin. Það væri óskandi og ég tek alveg undir það. Það er ákveðin hæfing sem fer fram á Krýsuvík. Þau koma þarna inn og taka þátt í dagskrá og sjá húsverk og það er svona ýmislegt sem að þau eru að gera og fara í nám og svona. Tengjast samfélaginu meira eftir sem á líður? Já, akkurat, fara í bæjarleyfi, hálfsmannalega, hitta fjölskyldur sínar og tengjast inn í samtökin og þannig að það er margt gott sem er gert á Krýsuvík en ég tek líka undir það eins og með
sko streituna hjá þessum einstaklingum, við sjáum það bara, þeir sem eru að koma og sækja það bara streitustigið bara gríðarlega hátt og langflestir sem eru að koma að sækjum, þau eru heimilislaus, þau eru með fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi, þannig að þau standa bara mjög illa. Það vil alltaf enginn koma til þín með allt þrjóti bara. Þú heldur það? Það ekki þannig að þeir sem fara til Krýsuvíkur eru í alvarlega miklu vanda. Þetta er svolítið svona, þetta er eitthvað mýta. En þetta er svo loður svolítið við og en það er alltaf ykkur sem koma í fyrstu meðferðina sína og við erum líka með skjólstæðingahóp sem er bara frá 18 ára og upp í 60 pluss. Þannig að þetta er alveg fjölbreyttur hópur en það er akkurat þetta, svona streitustigið fer niður, þau eru hjá okkur í 6 mánuði en við sjáum það alveg að svona þegar líður að útskrift að þá fer streitan aftur upp og þarna bara er erfið staða hjá þessum einstaklingum, þau vilja flest fara á áfangaheimili. Það er náttúrulega rosalega streitu valdur á því að hafa verið hjá ykkur í 6 mánuði í öruggu samfélagi, bara bæjarleyfi hálfsmánaðarlega og fara svo út í bara á BSI. Nei, þetta er svo óvissa. Ég myndi þetta myndi stressa mig. Já, akkurat. En þessir einstaklingar, þeir bara þekkja þetta mjög vel. Þeir eru búin að fara kannski áður í meðferð og vita hvað það er sem tekur við þegar meðferð er líkur. Já. Og það er bara þessi óvissa. Það er streituvaldandi. Já, það er það. Já, alveg gríðarlega. Og ég tek líka undir það, þú veist, auðvitað þurfum við fjölbreyttari áfangaheimili. Af því við sjáum það alveg að það eru margir feður hjá okkur og þeir fara á áfangaheimili og það er engin aðstæða fyrir þá að taka á móti börnunum sínum. Og þannig að við þurfum fjölbreyttar úrræði. Og líka bara, þú veist, að tengja saman þessa þjónustu. Þú veist, við getum alveg gert miklu betur. Og einhvern veginn, af því við þurfum svo mikinn stuðning þegar meðferð líkur og við reynum að teygja okkur eins langt og við getum. Af því að þau eru alveg í eftirfylgni hjá okkur, bara eins lengi og þau þurfa. Þannig að við fylgjum þeim alveg eftir og þó að lágmarkstíminn séu 6 mánuðir á Krýsuvík þá eru þau oft miklu lengur hjá okkur af því að þau eru að bíða eftir að komast á áfangaheimili. Þannig að þetta er svona... Fráflæðisvandi eins og Landspítalann. Já, það er akkurat þannig sko. Ég myndi vilja bæta aðeins við að þegar spurðir aðstæður fyrir foreldra. Til dæmis á Þúfunni, það er eingöngu fyrir konur og þar geta börn gist hjá mömmu sinni en það er mjög erfitt að vera með barn búandi en það kemur fyrir. Og það er mikilvægt í batanum að rækta samband við börnin og fjölskylduna, kannski mikilvægt það. Akkurat. Og þetta er alltaf verið hluti af hæfingunni, endurhæfingunni. Já, þyrfti meira fleiri svona úrræði þar sem eru svona litlar íbúðir eða eitthvað svoleiðis. Já, það er svona... Það ætti að vera svona framhalds. Já. Það ættum að vera með þetta í stigskiptu. En það er líka, sko, út af því að eins og við vitum að þessi sjúkdómur snertir ekki bara veika einstaklingin, heldur er þetta fjölskyldu sjúkdómur. Og árið 2024 voru sem sagt 174 börn undir lögaldri á skjólstæðingum sem að koma til upp á Hlaðgerðarkot sem að sýnir í raun og veru bara, ef við tökum bara svona blákalt á bakvið einstakling með fíksjúkdóm standa að minnstakosti 5. Þannig ef það eru 700 manns á biðlista þá eru bara 3500 til 7000 einstaklingar sem eru að þjást af afleiðingum þessa sjúkdóms. Og maður finnur það stundum, þegar SA dregur úr þjónustu sinni yfir sumarinn, þá heyrir maður í örvæntingu einmitt fólks aðstandenda sem eru með kannski eitthvað sem að vill komast í meðferð að komast eitthvað starf inn og kemst það ekki. Það er mikil sársauki. Og þetta er líka þegar einstaklingar eru komnir í meðferð og tilbúnir til dæmis að fara í langtíma meðferð, það er rosa skuldbinding að vera tilbúin til að fara í langtíma meðferð. Að vera með þessa örvæntingu og vera tilbúin, sinna þessari meðferð, við erum með 3 mánaða meðferð, að fara síðan út og þú kemst ekki inn í endurhæfingu fyrir kannski eftir 5 mánuði á vegum Reykjavíkurborgar eða 3 eða 4 mánuði á vegum Virk og hvað, svo er bara mýta, þú veist, það er bara er eitthvað svona heila þvotaprógram en vertu samt þar á meðan þú býður. Þannig að okkur vantar svo að sé þessi samfella fyrir einstaklinga heldur en að upplifa sig annar flokks að þú ert alltaf að býða.
og það er til löggjöf gagnvart einstaklingum bara sem bara eins og með bara fatlaða einstaklinga og það eru löggjöf varðandi börn en þegar það kemur að þessum málaflokki þá allt í lagi þá deilir herbyggjum með öðrum þótt að þú sért fullorðinn einstaklingur. Það kemur kannski að svona fordómum gagnvart þessum hópi að það þeirra að vera að deila svona út oft litið á það helst að fara til þeirra sem eiga það skilið og kannski litið á að fólki þessum hópi eiga það sískilið. Það við sýnt að það sé ekki trössilsvert og við erum eftir að stóla á það og þess vegna verður það að fara aftast í biðruna með þetta í hug bara ef eitthvað kæmi út úr langtíma meðferð ykkur og það var svona eðlilegt að bara dytti fremst í biðlista eftir virkni í prógrami eða húsnæði en líklega sjónarmiðið þannig að það er bara ég er með fólk sem á þetta miklu frekar skilið en ég geti aldrei réttlætt að taka ykkar fólk fram yfir. Nei, svo þarf fólk að sanna sig í marga mánuði. Sem segir að catch-22. Þeir eru að fara edrú á götunni í 6 ár eða 6 mánuði, þá skulum við taka það inn í grættistæki. Við sækjum þau bara í skilinu. Þetta er svona catch-22. Þetta sýna að þú getur verið edrú til þess að fá þær bjargir svo þar til þess að verða edrú. Og það er í raun og veru, þetta er ótrúlega sorgleg staða að þegar þú ert í neyslu og ert bara að gera alls konar skiluru til þess að framfleyta neyslunni þegar að fíknin tekur yfir svo verður edrúar tilbúin og þú upplifir sömu fordóma á kerfinu og þegar þú varst undir áhrifum og að gera eitthvað óskunda að þér, ég ætla nú ekki að blóta hérna en það er líka bara þú veist, við leggjum upp úr í meðferðarbransanum að þú kemur inn og þú ert með hreint blað. Það skiptir engu máli hvernig þú varst í fyrir meðferð, hver sagaðin er, að þú hefur alltaf tækifæri til þess að sanna að þú getur breyst og þú ert bara tilbúin. Og það er líka, skiptir svo miklu máli að hafa þetta viðhorf vegna þess að ef að við myndum ekki mæta þeim þar, þá ættum marg meðferðar einstaklingar aldrei séns á því að verða edrú og þetta er helmingurinn af markofnum sem að þarfið á þessum meðferðum að halda. En svo segjum sem svo, við erum með 50% þeirra sem eru á örorku en þú getur ekki sótt íbúð á vegum Brynju ef þú ert á sakaskrá. Þannig að þú ert ekki með hreint blað. Já, það eru gríðarlegar hindranir sem að maður sér í starfi eftir að meðferð lýkur að þá tekur við að vinna sig svona inn í samfélagið aftur, atvinna, fjölskylda og allt þetta og þá komum við að dómskerfinu, sleppum nú þetta með að bíða í hálft ár eftir ég að komast í starfsendurhæfingu til þess að verða vinnufær. Þá er það dómskerfi sem að þar er gríðarlega mikil vinna og fjármál sem að við erum að tala sjúkdóm þar sem er stjórnleysi og það er bara þannig og afleiðingarnar geta verið gífurlegar á því sviði hvað fjármál snertir og afbrot og þar koma hindranir sem að er mjög erfitt að vinna með og fólk mætir alls konar ekki bara fordómum gagnvart því að vera með fíknisjúkdóm að ráða ekki við það að nota vímuefni heldur líka það sem gerist í neyslunni og það eru fordómarnir eru þannig að það er allstað að loka, það er alveg sama fá vinnu í búð, fá vinnu hér eða þar og það þarf að vera með hreint sakavottorð til þess að geta unnið í umönnuna geiranum. Nú þeir sem eru með verslanir, þeir vilja þetta ekki hafa fólk sem hefur þá verið að brjóta á þeim. Þannig það er alls konar svona sem þarf að vinna með. Við erum í 3 mánuði, 6 mánuði er verið að vinna með að lyfta upp sjálfsvirðingu og sjálfsmati. Þannig að fólki líði þokkalega í eigin skinni hvað það varðar. En síðan er miklu meira sem skiptir máli mannesku. Það er ekki bara það að maður getur vaknað á morgnana og haft hreint í kringu sig. Lífi snýst svo miklu meira. Þannig að hindranirnar það er svo fjölþættar. Stundum finnst manni að svona móralin í samfélaginu sé frekar orðin svona dómharðari og svona trúin á því að fólk geti breyst sig minni heldur en þegar ég var ungur. Já. Og það er svona, þið kannist við þetta, svona stemmingin að ef þú ert að brjóta eitthvað aðeira þá er vegna svo drullusokkur og þú verður alltaf drullusokkur og þú veist, ekki reyna að
láta eins og Jesú hafi kastað öllum þínum syndum á bakvið þig. Verðið þið varfið, er stemmingin svona til ansnúið þessu möguleikum fólks á því að breytast, að batna? Já, mér finnst þess að þetta ætti vera búið að breytast meira. Bara, þegar ég kom út úr minni síðustu meðferð fyrir 15 árum, þá akkurat þetta sama sem við erum að tala um akkurat núna. Bara þessi félagslega staða þegar maður er að koma út og fara á áfangaheimili og reyna að fóta sig aftur. Og að við sem að tala um það nákvæmlega sömu hlutina núna, 15 árum setna, mér finnst það mjög skrítið. Og ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað verra, en allavega Mér var svolítið hissa að þú fengir ekki vinnu í umönnustörfum nema með hreint sakavottorð, eða fengir ekki húsnæði hjá Brynju nema með hreint sakavottorð. Þið getur sagt mér það að þetta ekki verið fyrir 20 árum, ég myndi trúa því. Já. Þetta hafi komið með seinni skipunum. Já, það geti alveg verið, sko. Og það er líka bara einstaklingar sem að bara gera mistök og eru tilbúin til að bæta fyrir brot sín, en ámaður að þurfa að bera þetta á bakinu alla ævi, sko. Mér finnst það vera ótrúlega sorglegt að þetta skuli ennþá vera viðhorfið. Og líka bara, en ef við spólum bara tilbaka, því að við vorum nú dálítið samferða í hinum megin við borðið í meðferðarbransanum en á þeim tíma þá komstu fljótt inn í meðferð. Það var ekki 8 til 10 mánaða bið eftir því að komast í afeitrun. Það voru fleiri afeitrunarpláss þá heldur en í dag. Samt eru hvað margir búið að fjölga á Íslandi. Og neyslan aukist líka. Já, og það voru líka fleiri áfangaheimili í boði og það var auðveldur að komast inn á áfangaheimili. Í framþróun í landinu ætti að vera þannig að þetta ætti að vera ennþá betra árið 2025, ekki verra heldur en þetta var. En það var líka bara þannig að þeir sem að höfðu ástríðu fyrir þessum málaflokki höfðu meira það að segja. Þeir áttu auðveldra með að ná eyrum ráðamanna til þess að... Já, því að það er ekki bara nóg að hafa lög gagnvart mannréttindum einstaklinga eða að hafa þetta einhvers staðar skrásett hvernig þetta á að vera. Það þarf náttúrulega að fara saman hljóð og mynd. Svo þegar það er fjársvelt eitthvað kerfi þá birtist það þannig að það næri ekki að endurskapa sig eftir breyttum aðstæðum. Við sjáum að þetta er heilbrigðiskerfinu og menntakerfi, hvað menntakerfi og erfitt að vera að mæta mikilli fjölgun barna sem ekki eru með íslensku sem fyrsta mál, að það er bara kerfið er svo skorið inn að beini að endursköpunin er ekki, og ég held að sé að það fara rauk fyrir því að það sama eigi við áfengismeðferðina sem að kannski er stór bylting þegar SA er stofnað og fljótlega búa þeir til endurkomu meðferð og svo búa til kvennameðferð og unglingameðferð og svo er það viðhaldsmeðferðin fyrir ópíusjúklinga. Þetta er allt saman á síðustu öld, sko. Og krísuga komin og þetta var allt saman komið. Ég meina, það er ekkert svo margt sem við getum bent á svona í nálægt okkur í tíma sem er eitthvað svona merki þess að svo meðferð og þjónusta sem þessi sjúklingahópur eða þessi hópur fær að sé eitthvað svona endursköpun í gangi. Það er kannski helst svona sem hefur verið svona áherslur á skaðaminnkun og fleira sem er hins vegar kannski svona líka ódýrari aðferðir. Það er svona að mæta fólkinu svona utan borgamúrana, undir brúnni, eitthvað staðar gefa því teppi og nálar og heitt kakó og skilning sem er kannski ekki, kostnaðsöm meðferð og aðstoð og endurhæfing. Já, nú langar mér nú að grípa inn. Þannig er að það er sko ekki... Ég er ekki að tala gegn skaðaminnkun. Nei, ég ekki heldur, en það er miklu dýrar að vera með skaðaminnkandi nálgun heldur batamiða. Og það eru bara tölur sem að segja algjörlega það. Já, þjóðhagslega? Fjárhagslega fyrir Reykjavíkurborg til dæmis. Að þá erum við með neyðaskýlin, ég er með tölurinn frá 24, að þá kostar það 505 milljónir 720 bara fyrir neyðaskýlin sem eru þá með ykkurum 30-40 pláss.
og síðan búseta á vettvangsteymi, það 1.278.980 og samtals þetta tæpir 2 milljarðar sem að kostar þá að sinna þessu. Það nefnilega ekki undir brúnni, það við erum með úrræði. Þetta var eiginlega myndlíking sko. Já, og ég mæli ekki gegn þessu, en síðan það sem kostar að reka áfangaheimilin, það 112.744 og það sem kostar að vera með virkniþjónustuna, það 158.369.000. Að minna var í það. Miklu minni peningur sem fer í þetta, miklu ódýrara og fólki að komast út í lífið. Hitt nauðsynlegt, en ég held að við gætum nýtt peningin betur með því að vera með þrepaskiptingu þarna á milli. Fólki sem í skilunum, að það fólk og sem í þessari stöðu að vera heimilslaust og það 70% af þeim sem með vímuefnavanda og meðhandlanlegan sjúkdóm og það með mjög þungan félagslegan fjölþættan félagslegan vanda sem að við erum líka með úrræði fyrir til þess að leysa. Og ég held að við getum, ef að vilji fyrir hendi, að vera með þrep þarna á milli, þannig að við séum að lyfta undir þetta fólk, notum peningin í það og þannig að þau fari bataleiðinni. Ég held að við gerum á lítið af því. Sýnist mér, verandi á í þessum bransa. Já, en manni finnst það hafa verið svolítið óvinsælt í umræðinu núna að veita þjónustu ef það í henni felst eitthvað svona skilyrði að þú leitir bata. Já, það má helst ekki nefna það. Nei, maður bara, þetta tala þetta bara þingsölum og... En það þarf það ekkert að vera. Það þarf ekki að þvinga neitt. En ég bara nefna þetta í umræðinni. Já, en það líka bara, einmitt, bara mjög eðlilegt að þegar þú ert á götunni og þú ert að harka frá degi til dags, að sko vonir þínar gagnvart því að komast út úr þessu umhverfi eru engar. En það munur á því að þvinga og veita þeim tækifæri. En það líka, sko, það ekki nóg að þú veist að segja fólki bara já, ok, þú veist, við ætlum að bjóða þér í meðferð og það þarf ekkert að vera að það heppnist að viðkomandi fari út, en það líka bara búið að vera langvarandi neysla, að það bara mjög eðlilegt að þú fari bakslag í meðferð, en þá þurfum við að hafa grundvöll til þess að grípa á fólki þegar þessi pínkulitli gluggi opnast. Þegar ég hef séð bara kraftaverk, þar sem að fólk búið að vera fast í skaðamingandi og blautum úrræðum, hent út úr þeim, út af því að það ekki borgað leigu eða eitthvað, kemur inn í meðferð og búið að vera edrú lengi. En á meðan þarna, og það svo frábært starf sem að til dæmis vorteymir vinnur fyrir einstaklinga sem eru heimilislausir og þau styðja við batan. Þau gera það ef að einstaklingar eru tilbúnir, en svo bara spurning, það að fara að taka 2 mánuði eða 3 mánuði eða 6 mánuði, því að kannski var viðkomandi bara í neyslu í síðustu innlögn á Vogi, að þá kannski getur það verið fyrirstaða að þau komast inn þegar glugginn opnar. Já, sem mjög nauðsynlegt að hafa gluggann opinn, því að þetta næstuð í eins og fyrir náð, allt í einu opnast ykkur möguleiki í huga fólks, þannig að það vill fara, svo getur hann lokast og verið lokað árum saman, sko. Og engin skilur þetta örfulega. Og fólk með þess að skilur þetta ekki í eigin sögu, sko. Hvað gerðist, akkur það var allt í einu meðtækilegt fyrir hann. En að sumileyti að því við vorum að tala þetta svona þrepaskipt, ég held að sé nú bara eitthvað starf á 19. öldinni þegar hjálpræðisherinn, þegar enginn vildi sinna áfengissjúklingum, að þá búið til gistiskýli. Og það var oft þannig að neðstu hæðinni var gistiskýli, eins og var í dag. Á annarri hæðinni var einhver svona meðferð, þar sem að þeir sem að vildu hætta neyslu fengu að fara upp á aðra hæðina og þar sem var skilyrðið að verið edrú. Og svo á 3. hæðinni voru þeir sem hefðu útskrifast úr meðferð sem að syndu öllum hinum. Þannig að og sömuleyti þetta system sem var fundið þarna upp bara í svona húmanískri bylgju í 19. aldar. Sömuleyti bara kerfið sem að við erum ennþá meira og minna með, sko. Já, vonin að geta haft þennan stuðning. Og náttúrulega fólk stranda ekki á 3. hæðinni, þannig að urðu allir bara starfsmenn í batteríinu, þannig að einhverju fóru bara út í lífið. Já.
Þannig þetta eiginlega systemi sem við ættum að vera að búa til, ekki bókstaflegri merkingu? Við ættum að fylgja einhvers konar svona systemi og þetta bara mjög vel þekkt inn í alls konar félagslegri þjónustu. Á Norðurlöndunum mjög þrepaskipt þjónusta, ekki endilega við þennan hóp, heldur bara í félagsþjónustu þar sem verið að virkja fólk út í lífið, sami hver vandin en félagslegi vandin getur verið náttúrulega mörgum öðrum ástæðum heldur vímuefnaneyslu. Og þannig að þetta ekkert nýtt og ekkert sérstakt við þetta þannig. Þetta bara eitthvað sem við þurfum bara að taka upp, finnst mér, og ræða. En Erla, þú sagðir áðan að nefndir kennitölur og maður stundum heyrt þetta að talað að til dæmis fólk sem að leita til ykkar, að þið hátt hlutfall sem hefur verið hjá barnavernd, verið einhver afskipti af foreldrunum. Og maður heyrir þetta oft talað að við gætum alveg séð þarna 8 ára sem að miða við stöðuna inn í fangelsónum og inn í meðferðum og svona. Þá var hann útsettari fyrir því að lenda bara á glapstigum í lífinu. Og auðvitað þetta þannig. En samt finnst manni alltaf svona, maður skilur ekki almennilega sko hvernig getur þorpið sem eru við brugðist við til þess að bjarga þessum 8 ára stúlku eða dreng sem að þegar stuttur ævi komið með þá stöðu sem að miklu algengari á þeim sem að eru þróa með sér alvarlega vímuefnaraskanir í fangelsum. Nú fyrir nokkrum árum ég held að vera... Því ég er með félagsráðgjafi hérna. Já, en 2021 þá voru innleidd lög samþættingu í þjónustu svokölluð farsældarlög og þau eru, sko, ef okkur tekst að framfylgja þeim og öllu því sem þau boða, það bara lög það að við eigum að vinna svona, við eigum að samþætta þjónustu og við eigum að vera með snemmtæka íhlutun, við eigum að grípa börn strax í móðurkviði og okkur, semst að kerfinu ber þá að gera þetta og þá samstarf heilsugæslu, félagsþjónustu, grunnskóla og framhaldsskóla og þessir aðilar sem eru þá með börnin og fjölskyldurnar eru með fólkið eða börnin og þessu fólki ber að vinna saman og grípa inn og veita þá þjónustu sem þarf og ef okkur tekst að vinna svona þá held ég að það sé björt framtíð en þetta kostar pening og hvort að það sé vilji til þess að láta peningin í þetta eins og þarf á eftir að koma í ljós. Þetta högtir ennþá svolítið og ég tók þátt í innleiðingu, ég var félagsmálastjóri út á landi í litlu sveitafélagi og þá vorum við hefja þessa innleiðingu og kerfin þurfa að tala saman og þjónustan þarf að vera samþætt og félagsráðgjafar eru þar í meginhlutverki, eru svokallaðir málstjórar og ég held nú ef okkur tekst að gera þetta og grípa inn í að þá ættum við að geta grípið þessi börn og strax á, eins og ég segi, bara í móðurkviði þá eins og barnaverndinni ber að gera og úrræðin þurfa að vera alveg hreint eins og í hinum málaflokknum þegar fólk er orðið eldra þau þurfa að vera til staðar og þau þurfa að vera fjármögnuð og við þurfum að leggjast svolítið saman í það að vilja eyða peningum þarna og það sveitafélögin eru kannski ekki með fjármagn til þess að gera þetta, þá þarf ríki að koma að. Nú við erum bara 400.000 manns í þessu landi og kannski fjármunir takmarkaðir þess vegna en þá getum við kannski farið í aðra umræðu hvernig við nýtum þá fjármunni sem við gætum. Þetta persónubundin þjónusta sem er engin það er ekkert hagkvæmur að gera það í stóru samfélagi þannig að það ætti ekki að trufla okkur og þá myndi ég segja bara að við erum bara ríkt samfélag. Við ættum helst efna á þessu allra samfélag. Já og þess vegna segi við þetta er alveg hægt en þá verðum við að vilja setja peningin þarna. Og dæmi til dæmis að við erum með lög sem málefni fatlaðs fólks sem að sveitafélögin vinna auðvitað samkvæmt og í þjónustu við börn og ef að greiningin ekki fötlun en það samt sem áður svipaður vandi hjá barninu og hjá þessum fatlaða að þá ekki settur peningur í það, þá þjónustan ekki veitt af því að hann fellur ekki undir greininguna en vandinn alveg nákvæmlega sá sami
hjá barninu eins og þessu fatlaða til þess að geta átt möguleika í lífinu. Barni eða barni fallara foreldra? Barnið er fallað og hitt barnið er með eitthvað vanda sem að birtist mjög líkt og hjá fatlaða barninu. En að því að fatlaða barnið er með greiningu þá er það rétt á þjónustunni sem er vel auðvitað. Ég er ekki að gera lítið úr því, en hitt barnið sem á við bara samskona vanda til þess að geta átt gott líf á ekki rétt af því að það er ekki þessi greining. Og samþættingin eða þessi lög sem við erum að innleiða núna, hún á að taka undir þennan leka, en síðan erum við alltaf manneskjur, það er fólk sem er að meta og það er fólk sem er að vinna vinnuna sem að stýrir þessu og það er þar sem að ef við ætlum að fara að tala um fordóma að þá þurfum við að skoða svolítið eru kannski fordóma gagnvart þessum börnum. Erum við að gera eins vel og við gætum? Ég bara spyr. Og þú hefur raunverulega trúum að það sé hægt að aðstoða og hjálpa þeim. Einhverju geti haldið að svo veri ekki. En það er nú íslenska aðferðin er oft svo að það var alltaf sett lög skólan aðgreiningar sem er frábær lög, en það var bara ekki fjármagnað og það er ekki búin til framkvæmdaáætlun. Og það var sett samningur málefni fatlaðra og alls konar og það var ekki fjármagn fylgdi ekki yfir til sveitarfélaganna. Hefur fjármagn fylgt þessum farsældarlögum og framkvæmdaáætlun? Að vissu marki. Er það ekki mismunandi eftir sveitarfélagi? Það fer eftir bara fjölda íbúa í sveitarfélagi og fjölda, já, það er bara ákveðin reikniformúla þar sem er og auðvitað út frá þörf en mitt mat er það að ég held að við þurfum að setja meiri pening í þetta. Ég held að það er sett fjármagn en hvort það sé vel fjármagna, það er svo annað mál. En svo er líka bara það sem við höfum orðið var við í meðferðarkerfinu. Við erum að tala um ógrynniða börnum sem að tengjast bara beintengjast þessum vanda að það er ekkert nóg að barnavernd sé í málinu. Það er líka rosalega mikil bara hvað er talað um? Er ekki talað um svona 14 mál per ráðgjafa? En ég held að það sé overflowið er bara yfir 20 mál. Sem að hver ráðgjafi ætti að geta sett 14? Og það er í raun og veru þegar þú ert með svona rosalega mikla verkefnastöðu að hvernig átt að geta fylgt í eftir. Það er ekki nóg að greina vandan hjá einstaklingnum, bara að segja ok, ég er hérna með móðurinn þarf að áfalla meðferð að halda og svo er þetta komið í greiningu en ekkert gert. Það þarf að fylgja þessu eftir og við sjáum það mikið og við rættum það einmitt á málstofunni að félagsráðgjafar og svona fólk sem að stendur á bak við einstaklingur eru mjög dugleg að ýta á eftir umsóknum og hjálpa þeim að komast inn en svo minnka afskiptin á meðan að meðferð stendur, þetta er svona dálítið svona jæja, komið að ykkur í staðin fyrir að fylgja málunum eftir til að tryggja þessa samfellu sem að yrði einstaklingnum til bóta sem og fjölskyldu þeirra. Er það þá að sjúklingurinn dettur inn í heilbrigðiskerfið þá er hann þar og þá slitnar línan yfir í félagslega kerfið? Er það þannig? Það er alveg þannig. Sikkert sílóið. Já, en við reynum alveg að tengja þessa þjónustu saman sko og það gengur svona misvel. Já. Og getur við erfilega þegar það verður ágreiningur hverja fjármagna, hvort þessi ríkið að sveitafélögin og menn er að kasta á milli sín. Já, akkurat. Málum. Já. Og svo er að fækka í endurhæfingaúrræðum eins og grettistakinu og hvernig er það metið, hver fær inn og hver fær ekki inn. Akkur er verið að fækka þessu? Ég held að það sé bara fjárskortur eða það hefur verið að draga saman hjá Reykjavíkurborg. Heyrði ég í fyrra að það er búið að minnka þar inn en það er líka bara annað sem að við þurfum að huga að, bara hvernig er það metið, hver á að fara inn. Horfi ég á Erlu og hugsa bara já, herðu, hún kemur betur fram, hún á miklu meiri séns á því að vera í þessari endurhæfingu heldur en Helena. Að við þurfum líka bara að undirstinga það að það eiga allir séns. Þetta er náttúrulega raunveruleiki margra svona, hvað heitir þetta, framlínu starfsmanna í kerfum sem að hafa þolað langan niðurskurð. Það er fólk sem að kannski hefur mentað sig og
hugsun og vill vera að gera fólki vel að það lendir í því að einmitt að vera að skammta gæðin og neita fólki Já, sem er líka þá skiljanlegt af hverju fólk brennur út í þessu starfi. Já. Það er rosalega erfitt að vilja gera mikið en vera algjörlega vanmáttur gagnvart því hvað þú getur gert. Já, og það vera að hafna fólki þjónustu sem ákvörðum er kannski tekinni á hverju fólki ykkur starf lengst í burtu sem hittir aldrei þá sem að verða fyrir niðurskurðin. Og þá horfum við bara blaðið, sér söguna í staðin fyrir að geta séð hvar manneskjan er stödd í dag. Já. Herðu, Erla, Helena og Sara, kæra þakki fyrir að koma og spjalla við mig félagslega stöðu fólks með vímuefnaraskanir og ýmislegt í tengslu við kerfið og hvað það getur gert. Með áhugavert. Takk fyrir. Já, og þetta eru þá lokin á Rauðaborðin kvöldi. Þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og þeir sem hafa tekið viðtöl og Laufey og Linda Lónasdóttir fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi hlustað eða hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Eins og ég gerir stundum þá minni ég á að það voru þið sem að byggðu upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar að þá getur fólk fundið efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar er númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðunni sem er samfélagsumræða 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins við þetta Rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna þó sérstaklega áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það kostar 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifandi hér. Mér er sagt að það sé hlægilega lágt verð. En það hjálpar okkur til þess að halda úti í samstöðunni, byggja hana upp og ef við fáum fleiri áskrifundur þá munum við geta gert enn þá betur og meira. Ef þú vilt slást í þennan hóp velgjörðamanna samstöðunar þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni, þú mátt borga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og þökkum við kærlega fyrir. En þetta er sem sagt orðið gott í kvöld. Rauðaborð verður hérna aftur annað kvöld, byrja kl. 8 eins og vanalega. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.